Einar Már Guðmundsson rithöfundur hefur vakið mikla athygli að undanförnu enda hefur hann haldið stormandi ræður gegn stjórnvöldum á mótmælafundum á Austurvelli undanfarna laugardaga. Einar Már verður gestur okkar síðar í þættinum. Rithöfundurinn Einar Már Guðmundsson hefur verið í fylkingabrjósti þeirra sem mótmæla nú því ástandi sem ríkir í samfélaginu. Hann hefur ritað greinar í blöðin sem vakið hafa mikla athygli og flutt ræður á mótmælafundum. Hans skoðun sú að það sé ekki alþjóðleg fjármálakreppa sem sé orsök vandans hér á landi, heldur samfélagslegt mein sem hefur fengið að grassera lengi. Og Einar sestur hjá Sigmari. Einar, verður velkomin í Kastljós. Takk fyrir. Við skulum kannski byrja á því að tala út frá þessum mótmælum helgina sem vöktu mikla athygli. Þú varst þar að tala ásamt mörgum öðrum, en kannski hefur umræðan farin að snúast það meira hvort að þarna hafi verið eitthvað skrílslæti eða ekki. Hvernig upplifir þú þetta? Já, mér finnst það nú búið að vera að gefa dálítið skrýtna mynd af þessu öllu Og mér finnst að Geir Haarde forsætisráðherra eigi bara að biðja okkur afsökunar á að kalla okkur skríl. Þarna voru 6.000 bara almennir borgarar. Og þó það fari kannski einhverjir 10-20 út af strikinu og kasta eggjum, þá getum við ekki tekið ábyrgð á því. Þetta var bara almennilega. Ég hitti hérna gamla steypubílstjóra í morgun sem var alveg miður sín að vera kallaður svona skríll og forsætisráðherra bara biðjast afsökunar á því. En það bara þannig þegar maður stattur í miðju hringiðu atburðana að þá, og svo sér maður það matreitt í fjölmiðlum, allt öðruvísi en þeir eru að gerast. Til dæmis fyrir 2 vikum þá vorum ég var ræðumaður og Guðmundur Gunnarsson hjá Rafiðnaðarsambandinu. Það var látið í öllum fjölmiðlum eins og þetta hefði aldrei gerst. Heldur sýnt frá einhverju svona svipuðu eggjadæmi Og þannig að myndin dálítið svona brengluð, en ég held að þetta sé, en nú eru bara farnir að mæta svo margir hérna niður í bæ að það þýðir ekkert að birta einhverja ranga mynd af þessu. Heldur vegna þess að þetta spyrst út það sem í rauninu að gerast. Þetta bara fólk að koma sem að spyrja spurninga og vill fá svör og mótmæla ástandinu á bara mjög mismunandi forsendum. Já, það einmitt kannski kjarninn í þessu að það ekkert endilega verið að mótmæla einhverju einu, bara seðlabankastjóra eða bara kosningar eða ríkisstjórnin burtu eitthvað slíkt. Nei, þetta engin, heldur eru þarna mjög margvísleg sjónarmið á lofti eða kannski bara þannig lagað engin sjónarmið að fólk bara að reyna að öðlast skilning á ástandinu og koma með tillögur til úrbóta og það hefur verið haldnir borgarafundir í Iðnó þar sem að borgararnir hafa bara verið að kalla einmitt stjórnmálamenn og líka svona sérfræðing á meðal borgarana og segja sín viðhorf og það fullt af hæfu fólki hérna út í þjóðfélaginu sem tilbúið að taka við þessu og hafa bara móta kannski einhvers konar utanþingsstjórn eða bráðabirgðastjórn og Myndirðu vilja sjá það gert? Já, algjörlega því að þessi stjórn algjörlega, hún búin að vera, hún óhæf, hún óstarfhæf og hún gjörspillt og getur ekki tekið á neinum málum. Já. Og við erum að sjá það bara í þessum samskiptum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og bara nánast hverju sem Mér finnst bara Geir til dæmis talar þau mál eins og einhver óábyrgur kennitöluflakkari og hann því að auðvitað eru þarna er búið að fá enska slökkviliðsmenn og krabbameinssjúklinga og heilu sveitafélögin til að leggja fé inn. Þetta fé hefur farið hingað og við viljum bara fá að vita hvað hefur orðið af þessu fé, peningum, hverjum var lánað þetta og þessu verður bara skilað og það þarf bara að ganga í það að ganga að þessum fjármálaföstum alveg óháð því hversu indæli menn þetta annars eru og skila þessu því annars búið að skuldsetja þessa þjóð, það búið að veðsetja landið bara nokkur hundruð ár fram í tímann. Við skuldum þetta 12-föld þjóðarframleiðsla. Hjá Finnum var þetta 60% af þjóðarframleiðslunni. En að því vorst að nefna það að fólki sem mætir á Austurvöll til að mótmæla, það þyrstir eftir einhvers konar svörum og við höfum svo sem fengið svör hér og þar og þetta svona alltaf að mótast í eitthvað púsluspil þótt að vanti náttúrulega voðalega margar púslur í það ennþá. En þegar þú ert að greina þetta vandamál svona innra með þér, af hverju erum við í þessari stöðu? Hvað það sem búið að vera að gera sem gerir það að verkum að við erum svona herfilega stödd í dag? Já, það auðvitað þetta eftirlitslausa fjármálakerfi og það svona hugarfar sem fylgt hefur því. Það bankarnir eru sem sé einkavæddir og
og færði nánast sem gjöf upp í hendurnar á pólitískum vildarvinum og síðan þessu kerfi öllu gefið laus taumurinn og þjóðin var auðvitað búin að byggja upp þessa traustu banka þannig að þeir nutu traust svo endalaust var hægt að fá lán og sem sé það ekki sett neitt svona eftirlitsverk og fjármálaeftirlitið og allt bregst hlutverki sínu og það koma í staðinn svona þessar greiningadeildir sem virðast bara hafa verið í vinnu við að ljúga að fólki og stjórnmálamennirnir til dæmis ábyrgð þeirra auðvitað tökum til dæmis Framsóknarflokkinn að þeir sita þessi 90% húsnæðislán og þeir auglýsa þessa stefnu í sjónvarpsauglýsingum og þessi menn ekki að taka nokkra ábyrgð og þeir eru forystu menn í einkavæðingu bankana ásamt Sjálfstæðisflokknum færa þarna sínum mönnum Búnaðarbankann sem verður Kaupþing og þannig mætti lengi telja og þessu efnahagsástandi hefur auðvitað fylgt alveg gríðarlegt svona efnishyggju hugarfar þar sem öll hlutföll í samfélaginu hafa riðlast, menn hafa verið á ofurlaunum og tekið sér eins og ég hef sagt svona bara Nóbelsverðlaun í mánaðarlaun og við sjáum það í tekjublaði frjálsrar verslunar að þetta fólk í bönkunum það með upp í 10 milljónir og 20 milljónir í mánaðarlaun meina það spyrja sig allir bara til hvers hvað hefur og svona sko en alveg sem sé þannig að og síðan öll þessi lánastarfsemi og innherja viðskipti og þetta bara svona bóla greinilega sem síðan springur en sko fyrirstöðuleysið af hverju ekki brugðist við þessu auðvitað jú að þetta fólk var þessi menn sem eru þannig í forsvari þeir eru búin að ná undir sig fjölmiðlunum og svo hefur auðvitað verið alveg máttlaus öll til dæmis verkalýðshreyfingin og félagshyggju öflin innan stjórnmálanna. Já, þú talar svolítið það að þau hafa fæst hægri. Já, eins og Samfylkingin, sko, hún hefur tekið þátt í öllu þessu einkavæðingar og færst mjög svona til hægri og verið eiginlega vilja vera svona eins konar svona burðardýr frjálshyggjunnar og tekið alveg og viljað eftir, þetta gerist allt eftir sko að sósíalismin fær svona á sig neikvæða mynd að þá vilja jafnaðarmennin, þá lenda þeir í þeirri kreppu og vilja sýna markaðsöflunum að þau séu eiginlega miklu meiri markaðsöfl þannig að allt vinstri færist sko til hægri. Hvað myndir þú vilja sjá að yrði gert til þess að koma okkur út úr þessu? Ég veit að þetta alveg óskaplega stór spurning. Já. En að því að sko, ég spyr vegna þess að það tala margir að þetta sé ekki bara eitthvað fjárhagslegt gjaldþrot svona innan gæsalappa sem blasir við okkur, heldur líka pólitískt. Fólk treystir ekki stjórnmálunum og skiptir þá engum máli hvaða flokkur það er. Já, algjörlega sko, enda sjáum við þetta þingið alveg óstarfhæft, þaðan berast engin skilaboð en sko það sem ég að gera í þessum greinum sem ég búin að skrifa, sem eru orðnar núna 4, þetta er svona það sem við köllum í bókmenntunum essayur og það sem ég að gera, ég búinn að náttúrulega bara skrifa þetta sem skáld og ég svona eins konar svona búktalari fólksins og ég hef bara verið að kynna mér þessi mál og þannig að ég get orðað dálítið svona þær kenndir og tilfinningar og hugsanir sem bærast með fólkinu. Þetta hefur alltaf bara verið hlutverk skálda. Og síðan ég ekki sjálfur með eitthvað eitt einhlítt svar, heldur fer ég og ræði við fólk og afla mér upplýsinga, inn á vefjunum og menn hafa samband við mig. Hér ég til dæmis með plagg frá ungu fólki, ef ég má lesa 2-3 setningar úr því, það sem það segir, sem mér barst. Byggjum upp nýtt hagkerfi á Íslandi með samfélagslegri eign og lýðræðislegri stýringu á auðlindum. Afnemum lagaleg og skattaleg forréttindi efnafólks og þeirra sem hafa tekjur af fjármagni. Látum hagnaða fjármál og lánastarfsemi hér eftir renna óskiptan til samfélagslegra þjóðþrifamála á borð við rekstur heilbrigðis og menntakerfis og menningamála. Eignum íslensku þjóðinni það sem henni ber samkvæmt stjórnarskrá, nýtingarétt á náttúruauðlindum og aflaheimildum í sjó. Og þetta eru sko fleiri. Þetta kemur bara frá ungu fólki sem að hugsa og sendi mér þetta. Og ég get nefnt til dæmis á borgarafundunum, þá hefur fólk eins og Lilja Mósesdóttir og Ingólfur Ingólfsson verið með alveg konkrét hugmyndir í vaxtamálum og í sambandi við verðtrygginguna
og stýrivextina og fleira. Þannig að það er alveg ótrúlega mikið af hugmyndum út í samfélaginu. Það er bara ekkert hlustað á okkur. Nei, en áttu von á því að því að það virðist vera sem svo að til dæmis þessi mótmæli á Austurvelli, þau verða fjölmennari og fjölmennari og það má nú svo sem alveg búast í því að þau verði ennþá fjölmennari næst. Að upp úr þessi, bara svona í lokin, spretti einhvers konar hreyfing sem að verði eitthvað afl sem að knýr raunverulega á einhverja breytingar, verði eitthvað hreyfið? Já, það er bara komin í gang hreyfing fólksins og fólk er bara, situr og er sem sé að spyrja sig ótal spurninga og það eru ótal svör og það er að bara, þetta bara, við ætlum ekki að þrífa skítinn eftir auðmennina og við ætlum ekki að láta þetta bitna á börnum okkar og barnabörnum og við viljum ekki að lýðveldið okkar og þjóðin okkar sé veðsett langt fram í einhver önnur bara sólkerfi, bara inn í framtíðina. Það bara gengur ekki og við segjum bara nei við því og síðan erum við bara opin fyrir öllum hugmyndum hvernig er hægt að framkvæma þetta. Já, það skýrist á næstunni. Það skýrist á næstunni. Takk fyrir komuna. Takk.